Sæl verið, ég heiti Hólmar Logi og í dag ætla ég að segja ykkur frá verkefni sem við höfum verið að vinna að seinustu vikur. Með mér í hóp eru Steinar Óli og Steindór Haukur. Verkefni fjallar litla vatnsaflsvirkjun á Végeirsstöðum í Fnjóskadal. Þar hefur verið rennandi vatn áður og virkjað til rafmagnsframleiðslu. En virkjunin hefur nú staðið ónotuð í 10 ár. Markmiðið okkar var að skoða stöðuna á virkjuninni, meta hvað þyrfti til að koma henni aftur í rekstur og hvort hægt væri að bæta hana til að framleiða meiri orku. Hér má sjá smá drónavídeó af Végeirsstöðum og öllum húsunum þar sem myndu fá rafmagn frá þessari virkjun og fengu rafmagn frá virkjuninni þegar hún var virk, en nú þarf að kaupa rafmagn til þess að halda þessu heitu. En fyrst á dagskrá var að finna gamla inntakið til þess að átta okkur aðeins betur á vatnsrennslinu og möguleikum til þess að bæta þessa virkjun. Hér má sjá loftmynd af gönguleiðinni sem við tókum til að komast að virkjuninni. Og ef maður dregur beina línu frá virkjuninni niður í stöðvarhúsið þá eru það 570 metrar, en með beygjum og hnykkjum og öllum leiðum sem var farið höfðum við það 650 metra. Hér má síðan sjá þennan rennslismikla læk sem er grunnurinn á þessari virkjun og aflið sem hún mun fá. Hér má sjá þegar við erum að reyna að fjarlægja mesta ruddan frá fyrstu síunni, það sem fer síðan í næsta kassa og þar niður í túrbínuna. Hér er fyrsta inntakið. Þá fáum við einhvern smá part af þessu. Það er hérna vetrartímabilið, þá minnkar flæðið og verður svolítið auðmýkjalegur, en þetta er alveg svolítið magn, svolítið lítið út fyrir að vera. Það þurfti að þrífa síunar hérna aðeins. Við getum séð að það er alveg smá vatn hérna ofan í. Við berum hérna með röri að hérna fiskikarinu og hugmyndin var aðhaust. Ég setja smá stíflu hérna fyrir ofan og þá rennur það hérna bara niður og meira ofan í. Þá varum við enn meira flæði. Þá þurfti að vera einhver aðrar breytingar með túrbínunni enn. Þessi kassi eða fiskikar var notaður sem svona seinasta stopp fyrir vatnið áður en að fór niður í túrbínuna. Hér má sjá þetta net sem var notað til sía, sem svona loka sía. Þetta tók mosa og svona óhreinindi sem maður vill ekki fá niður í túrbínu. Og síðan ef að mikið flæði var þá skilaði þessi kassi umfram vatninu niður í lækinn aftur. Þá skrúum við hérna plötuna af fínsíunni. Ég segi fínsía því hún er töluvert fínni heldur en grindarbúrin 2 sem liggja ofar hérna sem við sýndum.
og við ætlum að reyna að komast að þvermáli úttaksins hérna og ákveða hvort við getum reiknað eitthvað út frá því. En við myndum ekki halda þessu gamla kerfi, heldur myndum við búa til nýtt inntak og með þessu hérna stykki getum við stíflað lækinn og leitt vatnið úr læknum niður í túrbínuna. Þetta hugsar einnig fyrir því að ef það er ómikið vatn þá myndi vatnið flæða út á hliðunum og aftur niður í læk. Og hér, inn í þessum skúr, höfum við túrbínuna sjálfa. Þetta er svolítið gömul og ryðguð eins og við sjáum, en við erum með hérna flotta, fínustu Pelton túrbínu og hún hérna fær vatn og það er svona skýst hérna í skeiðina og hann fer hérna hringi og það er hérna snýr rafali sem er hérna og koma svona belti hérna snýr upp á honum og hann framleiðir allt rafmagnið og það fer hérna í dreifikerfið og í öll húsin sem eru hérna í kring. Það er fleiri hérna. Þessi túrbína á að hafa framleitt 10 til 12 kW á sínu tíma og hún var með 34 mm stút og við sem stefnum á það að stækka stútinn og auka þar á meðal vatnsflæðið inn í rörið og framleiða meiri orku. Þannig að við skulum sjá hversu mikla orku við ættum að geta framleitt með þessum breytingum. Þetta eru allar formúlur sem við notum í þessu útreikninga. Fyrst er flatamál, næst kemur flæði, númer 3 er fallhæðin, númer 4 er núningstap á fallhæðina, númer 5 er raunfallhæðin sem við notum í loka útreikningum. Númer 6 er fræðilega mesta afl sem við getum framleitt út frá 100% nýtni. Og númer 7 er þá raunaflið það sem er búið að margfalda með 70% nýtni. Hér eru gögnin sem við erum búin að safna saman þessa virkjun. Fallhæðin er 85 metrar, lengd rörsins 650 metrar, þvermál rörsins er 0,16 metrar. Stærðin á nýja úttakinu eða spísanum verður 0,040 metrar eða 40 mm. Núningsstöðullinn sem við notum er 0,02. Hann er í hærri kantinum vegna þess að þetta er gamalt rör og við viljum ekki gefa okkur of góðar væntingar. Nýtni túrbínunnar verður 70% vonandi. Eðlismassi vatns og þyngdarhröðun er standard. Til að byrja með reiknum við fyrst flæðið, þar sem hraðinn í rörinu og hraðinn út úr stútnum verða að gefa sama rennsli. Með því að tengja samfelldni, orkujafnvægi og núningsmótstöðu í rörinu fáum við rennslið það bil 53 lítra á sekundu. Næst reiknum við virkan haus á túrbínunni sem er fallhæðin mínus núningstapið í rörinu. Við komumst að því að raunhæðin sem hægt er að reikna með er 56 metrar. Með því setja rennslið og virka fallhæð og eðlismassa vatnsins inn í aflformúlu fáum við að vatnsaflið verði 29 kW. Þar sem við stefnum á að hafa 70% nýtni á þessari túrbínu verður raunaflið 20 kW eða 20,5 út frá reikningum. Eins og staðan er núna þá er háskólinn að borga næstum 300.000 á ári í rafmagn fyrir veikistæði og bara að losna við þann kostnað myndi spara háskólann mikinn pening. Hægt væri einnig að koma rafstöðinni aftur á stað við ekki svo mikinn kostnað. Við fengum mjög gróft tilboð frá Árteigsmönnum sem að setja þessa virkjun á sínum tíma upp á 500.000 krónur
Einnig þurfti að hreinsa inntökuna betur og koma flæðinu aðeins meira í kassan, en bara við þennan kostnað þá væri hægt að forðast rafmagnskaup næstu árin. Hins vegar, ef hún væri tekin alveg í gegn, þá væri draumurinn að selja inn á kerfið og fá hagnað út frá þessari virkjun. Við tókum saman allan þann kostnað sem að við vitum af fyrir þessi virkjun og hann er eins og sést. Viðgerð á túrbínu væri svo sami, það þyrfti að setja upp öryggiskerfi, það væri 300.000. Nýtt inntak, fengum tilboð frá HDI upp á 140.000, það er með kostnaði á efni og vinnu. Síðan þurfti að fá gröfumann upp til að grafa fyrir nýja inntakinu og einnig þurfti að borga fyrir gröfuna og flutningagröfunni. Þetta samtals væri 1,3 milljón, en ef við getum skilað 15 kW á klukkstund yfir allt árið, þá myndum við fá tekjur upp á 788.400 krónur, en við miðum við 75% afköst til þess að vera raunhæfari. En eins og sést, eftir 5, 10 og 20 ár þá væri þessar tölur komnar í plús, annað en á hinum stöðunum. Ef við berum þetta allt saman og tökum inn rafmagnskaupin sem sparnað frá háskólanum, þetta mjög sláandi tölur og sjá má eftir 10 ár komin mikill hagnaður og ennþá meiri eftir 20. Í lokin viljum við aðeins koma inn á það að það eru auðvitað miklar áhættur sem fylgja svona verkefni. Þetta eru allt reikningar út frá formúlum og það besta sem að þær geta gert er að vera nálægt raunheimnum. En út frá öllum reikningum og kostnaði sem við höfum gert hér seinustu vikurnar, erum við frekar sannfærðir að þessar framkvæmdir séu alltaf að borga sig á endanum, og jafnvel þó að væri bara að kveikja virkjuninni, og við myndum telja það mjög gáfulegt að allavega ræsa hana og sjá hverju hún skilar og fara síðan lengra ef það gengur vel. Annars þökkum við kærlega fyrir okkur og vonandi verða Vékilsstaðir knúnir aftur með vatnsvirkjun í framtíðinni.